Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guð geymi mig og varveiti mig á sál og lífi þennan dag og alla tíma í Jesú nafni. Amen. Í lokaræðu Jesú, í Guðspjalli Mattheusar, talar Jesú mikilvægi þess að við þjónum hvert öðru. Þá talaði Jesús til mannfjöldans og lærisveina sinna: á stóli Móses sitja fræðimenn og farisear. Því skuluð þér gera og halda allt sem þeir segja ykkur, en eftir breytni þeirra skuluð þið ekki fara, því að þeir breyta ekki sem þeir bjóða. Ljúft þeim að skipa hefðarsæti í veislum og æðsta bekk í samkundum, láta heilsa sér á torgum og kallast meistarar af mönnum. En þið skuluð ekki láta kalla ykkur meistara, því einn ykkar meistari, og þið öll bræður og systur. Þið skuluð ekki heldur láta kalla ykkur leiðtoga, því einn leiðtogi ykkar, Kristur. Sá mesti meðal ykkar sé þjónn ykkar. Síðasta ræða Jesú eiginlega 3 ræður. Hann í Jerúsalem, þeirri umdeildu borg. Hann gengur í súlnaköngu Salómons og ræðir við æðstu prestana og fræðimennina. Hann deilir á hræsni þeirra og fariseana. Svo spyrja lærisveinar hans hann örlög musterisins og Jesús talar erfiða tíma og hrun helgihaldsins í Jerúsalem og fall borgarinnar. Að lokum eru dæmisögur að vaka og þjóna þeim smæstu. Í ræðunum 3 eitt orð gegnumgangandi og það að gera eða þjóna, eins og Jesús gaf fordæmi. Hann sagði: sá sem breytir eftir orðum mínum hygginn. Eins og spámennirnir fyrsta boðorðið kennt: Guð einn á að tilbiðja. Einn meistari ykkar, einn leiðtogi ykkar, Kristur. Þannig beindi hann tilbiðslunni að sér. Það vandi kristinna trúar og sérstakt við hana að kristnir menn tilbiðja höfund trúarinnar. En það hafa bæði gyðingar og múslima gagnrýnt stöðu Jesú í kristinni trú. Hún getur varla talist til eingyðis trúarbragða að þeirra mati. Samtöl milli trúarbragða eru mjög áhugaverð ef menn standa á sínu og vita hverju þeir trúa. Þá kemur gjarnan í ljós á hvern eða hvað menn setja traust sitt. Í aðra röndina finna menn til djúprar samkenndar og svo í hina verður munurinn ljós. En það ekki aðeins gott að reyna að skilja þá sem hugsa öðruvísi en maður sjálfur? Sem kristinn maður set ég traust mitt á Krist, það sem hann kenndi og gerði. Það mér leiðaljós og meira en það. Ég leyfi meistaranum að leiða mig. Ég neita líka að beygja mig fyrir nokkru öðru valdi en hans, vegna þess að hann drottinn minn og Guð minn. Ég leyfi mér að gagnrýna allt út frá því sem drottinn mér. Meira að segja ríkisstjórnina og grundvöll samfélagsins. Auðvitað geta samtöl orðið átakanleg eins og þegar veraldleg sjónarmið takast á við andleg. Það gömul deila. En af hverju ekki að taka samtalið þar sem við lifum í sama samfélagi og allir eiga að hafa rétt á að tjá sig og lifa sína lífsskoðun? Við á sama báti. Við spilum út því sem við höfum á hendi og svo kemur bara í ljós hvernig spilið fer að lokum, hvort við náum landi hinum megin eða ekki. Það reynir á traustið. Við skulum biðja saman. Drottinn minn, leiddu heiminn þinn til dýpri skilnings á þér. Hjálpaðu okkur að lifa saman sem bræður og systur. Við á einum báti, þó svo ólík og með andstæð sjónarmið. Hjálpa okkur að taka þá stefnu sem til heilla og blessunar fyrir okkar þjóð og heiminn allan. Amen. Faðir vor,
þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi okkur góðan dag.